Já, komið sæl áverðir góðir, við erum hérna á Kótilettuna þá. Fundum við ekki ykkur að lambakjötskalla hérna maður og hann ætlar að fræða okkur þetta. Þú ert frá? Ég frá meistarafélagi Kjötinámanna. Og kannt þú að elda lambakjöt? Já, við erum bestir í því. Við kunnum þetta. Ég hef nú aðeins, einu sinni tók ég viðtal við ykkur fyrir framann Hörpuna. Eru þið út allt land? Já, við förum allt land. Við fylgjum hérna Landssambandi sauðfjárbænda. Við erum með flotta vagnir þeirra hérna allt land. Og grillin lambakjöt onni í landan. Og alltaf allir ánæðir. Og þetta er svona félagslegt hjá ykkur, kjötaðarmanna, þið farið bara og svona borg og grillið. Já, við þræðum allar bæjarhátíðir landsins með Landssambandinu og skiptum þessu niður á okkur félagarnir. Nú erum við hérna 6 í dag að grilla og... Allt mat, ekki hérna kjötinnað-meistarar? Allt kjötinnað-meistarar, já. Og þið komið hérna saman og grillið? Já, hér komum við saman grillið. Og hvað takið þið marga skrokka? Við erum með hérna, í dag erum við 2 skrokka. Og svo einhver rúm 100 kíló öðru kjöti. Já, sem þeir steikið með og leifið fólkina að smakka. Já. Og hér er búin að vera síðan klukkan 1 stanslaus biðröð og þið er nóg að kjöt eftir það. Já, það er nóg til. Við erum alltaf með nóg að kjöti. Það er mottóið okkar, við erum alltaf með nóg. Og Landssambandi hefur stutt þetta og gerir þetta myndarlega. Þetta er myndarlegt hjá þeim, setja vel í þetta. Líst þér ekki vel á svona útihátíð eins og Kótilettuna? Jó, þetta er snilldarhátíð og flott framtak hérna. Og líka sko eins og hérna við vorum að taka viðtal við það var matreiðslukeppni og þeir eru að gefa pilsur hérna, svo voru með Kótilettur hérna og til styrktar. Þetta er bara gaman. Þetta er gaman og allir glæðir og hafa gaman að. Og hvert á að fara næst? Það er Egilsstaðir næsta föstudag. Egilsstaðir, og hvað skeið þar? Það er eitthvað stór hátíð þar. Þá fáum við einhver af Norðurlandinu, meistara til að koma og grilla og einhver af höfuðborgarsvæðinu líka. Við bara skiptum þess á okkur félagarnir. Á samstarfi við sauðfjárbændur? Já, Landssamband sauðfjárbændur. Og þeir svona gjöfulir á kittið? Já, þeir vilja bera út fagnaðarerindið. Fagnaðarerindið. Og eru það bændasamtökin sem standa bak við þetta? Bara Landssamband sauðfjárbænda, þeir standa bak við þetta. Og þið eru að gera þetta bara í sjálfboðavinnu? Já, við félagi, þetta er ákveðin fjáröfni fyrir meistarafélagi. Þannig að við komum hér og við setjum okkar vinni í þetta og fáum ákveðina umbun fyrir og söfnum okkur í ferðasjóð. Já, og bara gaman? Já, gaman, þetta er gríðarlega gaman. Hitta félagana og lambakjötið maður, gaman að segja frá því? Það er einhvern veginn að fólki, lambakjötið það klikkar aldrei. Það er svo gott. Og þú ert búinn að vera í mörg ár í þessu? Já, ég er búinn að vera síðan 94. 94? Og hefur alltaf verið að grilla svona á hverju ári? Já, ekki kannski í þessu akkurat, en í kjötinu, maður er búinn að vera í því. Hókina reynslu? Alveg, já, ég segi það ekki, þeir eru nú aðeins eldri og reyndari hérna margir hverjir. Margir hverjir? Já. En þú farið að vera með? Ég fæ að vera með, ég er kjúklingurinn, fæ að vera með. Já, og læra þessum kollum sem að vita eitthvað með viti. Já, þeir segjast allavega að vita eitthvað, ég verð að trúa því. Heyrðu, við þökkum rosa vel fyrir Benedikt og hérna bara gangi ykkur vel með þetta og hérna bara áhorfendur í INN, þið bara mæli með þegar þeir auglýsa að þetta verður sýnt einhvern tímann í sumar og þeir eru út allt land. Hvað verður þið á Egilsstöðum? Egilsstaðir næsta föstudag og svo bara förum við vítt og breitt um landið eftir hvar bæjarhátíðir eru. Þannig að það er bara að fylgjast með. Já, bara að fylgjast með og þetta er auglýst. Já, þetta er auglýst. Takk að kærlega fyrir. Ekkert mál, takk. Kótilettan, Selfoss. Eldhúsmeistarinn á ferð. Heyrðu, við fundum loksins hérna aðalkallinn sem er að halda þetta. Nafnið er? Það er Einar Björnsson. Heyrðu, langa sögu stutt út af hverju erum við hér? Hvað er þetta búið að vera í mörg ár? Þetta er búið að vera núna 6 sinnum, þetta er sjötta sinn sem við blásum í lúra og höldum uppi merki íslenskra framleiðslu í kjöti og grænmeti og sósum og öðrum skemmtilegum vörum og bjóðum fólki á Selfoss að njóta þess að vera þarna svona í bara jafn fallegasta bæ Íslands og hérna og svona sína sig og sjá aðra og grilla og hafa gaman nummer 1, 2 og 3 og erum að svona með allskyns keppnir og etjum fólki saman og hérna og bara já, þú veist, þetta er rosalega víðfeðmt. Við erum bæði með þessar keppnir, það er verið að grilla, við erum að kynna og hérna leyfa fólki að hérna upplifa eitt og annað, bæði tífúli hérna fyrir krakkana og svo erum við með músík líka á kvöldin, það sem er stórskotalið íslenska tónlistamanna líka að hérna
að spila. Það í Hvítahúsinu? Það við Hvítahúsið, bæði inni og þar úti og risastóru sviði. Það eru flott nafn og var í gærkvöldi Dikta og hvað meira? Dikta var í gær og Amabadama og Dundurfréttir og Dans á Rósum og Muscle Boy, hinn sterki. Og þið eru búin að stimpla ykkur inn og þið ætlaði að vera hérna bara þangað til þútir? Nei, lengur en það, miklu lengur en það. Og sér það þjóðatíð búið að vera í 120-130 ára og þeir eru allir löngu dauðir. Þannig að svona hátíðir geta lífað alveg bara endalaust ef vel að staðið og Selfossbær er mjög ánægð með þetta framtak. Ég heyri það á mörgum. Bæjarstjórinn, hann var að elda kótilettur hérna og það taka allir þátt og öll helstu fyrirtækin að styrkja þetta og þetta er bara allir vinir. Allir vinir maður, þetta er það sem við erum að búa hérna og líka þetta er svona ákveðin kynning líka fyrir Selfoss. Menn eru það er algengt að menn koma hérna og pissi og fá sér pulsu. Það eru P2, en við erum að segja að það er hægt að gista þetta líka og hafa gaman Fullt af veitingastöðum, ég er búinn að vera að tala um marga hérna maður, Hótel Selfoss, Kaffi Krús, Tryggvaskáli. Þetta er fullt af þessu hérna og svo var eitt hérna Sperrifni, hvað hérna? Steikhús. Steikhús, Sörven Törf. Sörven Törf og svo fullt af þessu. Virkilega. Ótrúlega mikil matamenning hérna. Mjög flott og... Herru, Einar minn, þú ég sé að það kom æsingur í þig. Síminn hérna, þið var þakkaði fyrir að fá að heyra það síðan. Bara takk fyrir að koma, bara virkilega gaman loksins að, hvað var ekki, fjallið sem kom til Múhameð, það tók 6 ára að fá kallinn og það tókst og við erum mjög þakklátt með það. Takk fyrir. Takk bara. Já, komið sæl áhorfendur góðir, við erum hérna á skemmtilegum stað og við erum oft komið hérna áður. Það er út af því að hann getur talað svo mikið, hann heitir Bjössi Besserwisser. Björn Baldursson, Besserwisser, ég veit allt best Maggi minn, þú veist það. Já, ég hef komið til þín, þú har alltaf verið svo hress hérna og segir mér alveg hvernig á að gera hlutina, matreiðslumeistara í 30 ár og þú ert að kenna mér alltaf. Já, og mér sýnist að veit ekki í dag, nú þegar ég kennar að gera dietmat líka sko. Já. Og ert þú fallegur? Ég er rosalega flottur. Já. Heyrðu, seinast þegar komum til þín, þá heitir þetta Kaktus. Nú heitir þetta Sörven Törf Steikhús. Já, það var komin tími á breytingar. Við fórum í það að breyta staðnum hátt og látt, innréttingum, breytum sölunum, borðunum, skreytingunum, matsælinum. Það var öllu breytt til þess að gera betur. Maður á alltaf verið að gera betur, maður á hætti í þessum bransa, maður hættir að reyna að gera betur. Og ég fékk alveg frábæran hönnuð sem heitir Maria Markó, nýútskrifuð úr mastersnámi í erlendis og hún hannaði þetta frá A til Z, nema kannski hannaði matseðilinn en hún í kringum nafnið, í kringum matinn og matseðilinn hannaði hún allt lúkið. Svo sagði ykkur hérna, þú veist, það er ekki nóg að breyta matseðil og nafn og menn verða nú að breyta taktík í eldhúsinu líka, eins og Bó sagði það er ekki nóg að skipta föt og sama röddinn. Hvernig er þetta hjá þér? Ertu búinn að taka þá í matreiðslunni og skipta alveg Nei, ég er nú þekktur fyrir góðan mat, þannig ég þurfti lítið að breyta því. Þú ætti ekki enda að segja á þann að það ætlaði að gera betur? Jú, en það er að gera betur í umhverfinu. Maturinn hefur alltaf verið góður hjá okkur og fólk hefur verið ánægt með pítsunar og borgarana hér. Það er svona á hæsta standard sem hægt að finna á Íslandi. Já, bara á Íslandi og bara heiminum bara ekki. Já, þú þarft allavega að fara til Ameríku til þess að finna sambærileg reif og þú þarft að fara til Ameríku til þess að finna sambærilega hamborgara. Og pítsunar, það eru sagðar betri hér en á Ítalíu. Já. Sagðar betri en á Ítalíu? Já. Ólíginn sagði það. Heyrðu, en það er nú gaman að þessu líka hérna. Mér fannst nú alltaf Kaktus skrítið nafn og svona og þetta selur líka. Þetta er sko, núna ég hef verið að tala við hérna hótelin og veitingastæði hérna, það er að breytast hérna umhverfið. Það er að koma gífurlegt magn af ferðamönnum og þú ert með alþjóðlegt nafn núna, það þekki allir Sörven Törf. Já, það er það sem er þetta ekki eitt af málunum? Jú, sko, það er það sem var verið að tala um meðan við vorum hérna með Kaktus síðastliðin 2 ár, að fólk
útlendingar sérstaklega og jafnvel bara íslenskir ferðamenn sem voru á leiðinni framhjá hér á Þjóðvegi 1, þeir svona kannski voru ekki voða spenntir fyrir að fara á stað sem væri að selja burritos og nachos og eitthvað svoleiðis, því að þetta hljómaði svolítið eins og þetta væri mexikansku skyndibiti, þetta nafn og hérna meira að segja einn kom hér inn og spurði hvort þú ættu rósir, hann held þetta væri blómabúð. Hún nú hérna á móti, alveg yndisleg manneskja sem með blómabúð hérna beint á móti og hérna ég þarf ekki að selja blóm, en þegar kom smá samkeppni í því hvaða nafn við ættum að nota í staðinn, þá komu alveg 100 tillögur. Og mér leist best á þessa tillögu vegna þess að hún vísar til þess að við seljum bæði kjöt og fisk, eða sjávarfang og hérna kjöt, humar líka, og humar og allt þetta, já. Sörf náttúrulega bæði fyrir humar og annað sjávarfang, og törf fyrir allt kjöt. Þannig að þetta gefur svona þá ímynd að hér eru steikur og hér humar og hér það sem útlendingunum langar að prófa á Íslandi, íslenskt hráefni á íslenskum stað. Heyrðu, og hvernig líst þér á sumar? Þú meina að þú ert búinn að vera í gangi í hvað langa tíma, hvað marga mánuði? Með Sörf og Törf er ég búinn að vera í rétt rúman mánuð. Og það eru bara svakalega viðtökur, bara þú ert búinn að þrefalda og fjórfalda þetta? Já, það er með ólíkindum. Ég sá það á Facebook, eitthvað er ég að gera rétt, hvað hefur aukist svakalega? Já, það hefur aukist svakalega mikið og það aðalaukningin er í ferðamönnum sem eru að keyra framhjá og stoppa því þeim líst vel á skiltið. Og þeir eru líka að koma núna, það er alveg sama hjá mér í byrjun maí, þetta byrjaði að eitthvað að gera í byrjun maí. Já, en bara við sumarið fyrra þá byrjaði þetta mikið betur. Já, líka það, já. Og samt bara maí mjög góður í fyrra, það var gott veður í maí. Já, það bara er svo miklu betra hjá okkur núna og fólk er ánægðara. Við höfum náttúrulega tekið inn þessa rétti, þessa lambahrygggvöðvan með humri, hrossalund og humar, nautalund og humar og þetta. Hvað kostar svoleiðis steik? Þetta er svona frá 5.000 til 6.000. Já, þetta er líka bara dýrt hráefni. Já, og svo erum við náttúrulega með úrvals humar, 7-9, þessar stærstu flottu humra, þannig að fólk er að fá alveg svakalega mikið fyrir peningin. Já. En segðu mér hérna, hvar finnur maður hérna Törf steikhús á Selfossi? Ég meina, nú eru Íslendingar, við erum svo heppnir á INN að hérna, það eru fólk allstaðar á landinu, það er nú ekki margir útlendingar sem að horfa á þáttinn okkar og þannig að þú farð örugglega Íslendinga hjá okkur sem horfa á þig. Hérna, hvar myndur þú segja þeir ætti að finna þig hérna á Selfossi? Já, það er náttúrulega erfitt að finna okkur ekki því við erum við Þjóðveg 1, það keyra allir framhjá sem eiga leið í gegnum Selfoss. Og við erum milli Landsbankans og Pósthússins og það er lítið fallegt hús, afar velmerkt og það er ekki nokkur leið að finna það ekki. Nei, þannig að við erum heppin með það að vera í þjóðleið. Já. Og þú ætlar að vera hérna á Selfossi þangað til þú deyrð? Ég sagði það nú ekki. Nei, ég er að verða svo. Hér er gott fólk og þú ert alltaf búin að vera með marga staði og ef það kemur eitthvað flott tilbúð þá ertu tilbúin að skoða það? Já, ég meina þegar ég kemst á þinn aldur þá fer ég örugglega að hægja og bara setjast í helgan stein. Ég var nú að tala við hótelstjóran í Stykkishólmi, Borgarnesi. Já. Hann er 81 árs. Hann var að bæta við hótelið, hann var með 85 herbyggi og bætti við 30 herbyggi viðbót. Og maður tekur hann bara ofan fyrir svona mönnum, þannig að viðbjóð sem við eigum eftir 30-40 ár, samkvæmt þessu. Þú segir það. Þú ætlar kannski bara að fara að leggjast í kör og aumingjaskap? Nei, ég ætla bara að fara að sinna hestunum mínum og hrossarækt. Já, bara leika þér. Hætta að vinna og svona. Það er hörku vinna. Já, verið hrossar? Já, stundar hrossarækt. Já, er það? Já, það er Þú hefur nú alltaf verið með puttan í veitingarekstur annars slagið og þú endar alltaf í þessu, þannig að þú eru að vera samkvæmur sjálfur. Já, hótelrekstur kannski?
Já, það verið frekar. Frekar? Já, ég búinn að prófa það og það eina skipti svona sem að ég hef sko hlakkað til að vakna hverju einasta morgni því að það alveg endalaus gleði að vera í hótelrekstri. En að reka veitingar, ef að ná í klútandanum, hann að gráta svo mikið, en að vera í veitingarekstri þá bara grætur eins og stungin grís. Nei, ég græti ekki. Jú, það segir þessu svo erfitt að ná inn. Ég sagði ekkert að vera erfitt, ég sagði bara að tilhlökkunin að vakna veri meiri í hótelrekstri. Já, en það ekki gaman að vakna á mótnana í veitingarekstri. Jú, það er gaman að það er skemmtilegra í hótelrekstri þegar þú vaknar klukkan sko 5:30 að gera morgunverðinn kláran. Svakalegt hlaðborð með 50 réttum á morgunverði og sjá svo gleðina í andlitinu og er engin gleði þá á veitingahús og gestunum? Jú, þeir fara allir hér valhoppandi að gleði út því að það hefur allir verið alveg með ólíkindum ánæði með nýja matinn hjá okkur. En það er svolítið atriði sem fyrir veitingamenn og margir sem að stoppa í þessu, bæði í hótelrekstri og veitingarekstri, að hafa gaman að þessu. Hlakka til að vakna á mótnana og það skína að þeim hérna þegar þeir að tala við gestina hvort þeir hafa áhuga. Það er Ert þú svoleiðis? Já, ég gef mig allan í bæði matinn og gestina. Já, og þú ert langbestur. Já. Pítsurnar sagðirðu, það gerast ekki betur en á Ítalíu. Það er valla hægt að Nei, það eru betri hér en á Ítalíu. Já. Við skulum hafa þetta rétt. Og hamborgararnir, það efast að það sé hægt að fá svona góða hamborgarar á Íslandi, kannski í Ameríku. Já, klárlega ekki á Íslandi. Ekki í Íslandi? Nei. En hérna... Ekki einu svona Texas-borgarar. En segðu mér hérna með hérna steikurnar, er það bara þá allur heimurinn undir? Það finnst ekkert betra en hér? Já, ég er búinn að fá hér fólk frá sko öllum heimslutum og þegar það hefur smakkað hjá okkur glóðasteiktu hrossalundina medium rare með íslenskum humri og bernesósu, piparsósu? Sko það var hér fólk daginn og þau tárfelldu. Já, þau tárfelldu. Þeir voru svo ánað. Já. Og veitir þetta ekki gleði í þitt hjarta? Jú, þetta er lífið. Áhorfendur góðir, ég endilega kíkja á að Bjössa Besserwisser hérna á hérna steikhúsinu Surf and Turf, er ekki rétt? Það er rétt. Selfossi, þið getið ekki annað en séð það fara allir 80% af ferðamönnum keyra hérna framhjá. Já. Og þetta er bara á aðalgötunni, Main Street. Það er bara svoleiðis. Já. Þökkum kærlega fyrir. Takk fyrir. Já, komið sæl árin góðir. Við erum stödd hérna undir Eyjafjöllum, gamla fjósið. Ég fréttaði þessum stað, ákvað að kíkja og ég er bara rosalega heppinn því þetta er svo skemmtilegu staður og hérna, hvað er nafnið þitt? Heiða Björg Skeving heiti ég. Já, og þú ert vertinn? Já, ég á þetta hús og þennan veitingastað og byggði hann hérna 2011 árið eftir gosið. Já. Það var svo mikið gestagangur hérna hjá mér í gosinu að hérna bróðir minn spurði mig að ég einu sinni hvort að ég seldi ekki þessa súpu sem að ég var alltaf að gefa gestum og það bara kveiknaði hugmyndin að taka til í húsinu og búið til veitingastað. Já, þessi staðsetning, hérna steinar undir Eyjafjöllum, það munar margir eftir bensínstöðinni sem var hérna? Já. Þetta var allavega aldamótin held ég að hafi verið að þá var þetta fjölmennasti staður kaupstaður á Suðurlandi, ég held ég fari rétt með. Það var byggð hérna sem sagt með bara allri hlíðinni, alveg héðan út á Þorvaldseyri í sem sagt torfbæjum. Já. Og hérna út í hlíð er ennþá töluverða tóktir sem ættir að sjá hvernig byggðin var. Hérna hjá okkur í Steinum að þá fór þetta mest undir aur í skriðu úr steinalæknum
Og svo bara gaman að segja frá því, fólk sem er að horfa á þættina, og þú dóttir hans Magnúsar í Tanga? Stjúpdóttir Magga á Kletti. Já, þetta svo á Tanga í Kletti, já. Í Vestmannaeyjum, ég fædd og uppalinn í Vestmannaeyjum. Já, hann sagði mér einmitt frá þér líka stjúpdóttir í Kletti, og hann var að búa til smyrja samlokur og búa til pulsur og hamborgara og hvaðina. Já. En segðu mér líka, þú byrjar 2011 og þú hefur svona bætt við þetta svona skref fyrir skref, og núna hafður opið í vetur. Já, það var fyrsti veturinn sem var opið hjá okkur. Já. Ég starfaði sem leikskólastjóri á Hvolsvelli fram að því, og það var ekki hægt að vera í bæði, og þannig að þá var maður bara búið til heilsársstarf. Já, heyrðu, en ég sé líka að matseðilinn hjá þér, hann er svolítið byggður í kringu það, þú ert með 77 mjólkandi kýr? Já, við erum svona með 70 til 80, það er svona svolítið misjafnt. Já, og eitthvað af nautum sem þið alið líka? Já, við ölum nautin til þess að borða þau hér. Já, og þetta er beint frá bili. Já, það er bara, við reyndar látum slátra þessu á hellu. Já. Þeir vinna þetta fyrir mig og bara eins og ég bið og þetta kemur sem sagt frá þeim, og það er bara uppi staðan. Það er... Byrjum á byrjunni, hérna er brauðkarfa, þú lagar allt brauð sjálf og þið og allt hvaðina, það er flott. Og svo er þið með grafið kýrkjött. Já, það kemur frá Böðmástöðum, frá bróðir mannsins míns. Já. Hann er með kjöttvinnslu á Böðmástöðum og hann grefur kýrkjött fyrir okkur. Og okkur grefur ekki bara sjálf, það er bara að setja salt og pipar og sykur í þetta og láta þetta standa? Hann er bara snillingur og hvað nota maður það? Já, þetta nota það bara besta úr hverju, það er sniðugt líka. Hann er bara mjög góður í þessu. Já. Svo ertu með skal ég segja, léttiréttir, það er súpa dagsins, eldfjallasúpa. Það er þessi súpa sem kom þér á stað. Já. Hún er gríðarlega vinsæl. Mjög vinsæl, mjög. Það eru fleiri lítra sem fara á dag. Þetta er bara nautakjötið okkar, grænmeti, og hún er bragðsterk. Og svo erum við með brauð, heimabaka brauð og sultunar okkar. Við gerum sultur hérna, chilisultu og myntusultu. Og þú gefur það með? Já. Æðislegt. Heyrðu, síðan grænmetisréttur, það er náttúrulega sniðugt, það er alltaf útlendingarnir, alltaf einn svona skrýtin. Það þarf að hafa það með. Heyrðu, síðan er það sýslumannssalat, sheriffsalat. Já, það er nafn sýslumannsins á Suðurlandi. Hún er sýslumaður yfir öllu Suðurlandi núna, Anna Birna. Já. Hún er með stóran garð heima á sér og ræktar fyrir okkur og kemur með í körfu hérna á sumrin, á mótnana handa okkur. Þannig að þetta er alveg rétt efni. Já, allavega á sumrin. En þú notar í þetta, svo segir að fólk getur fengið nautakjöt með salatinu og svo humar. Já. Svona smá smakk. Já. En eru salatinu vinsæl? Já, alltaf. Með? Já, en hamborgararnir okkar og... Já, svo erum við komið þá. Hérna erum við með sveitaborgara og bóndaborgara. Það eru tveir bara borgarar. Já. Og hver er svona munur á milli þeirra? Það annar er með bernessósu og lauk og sveppum. Já. Og hinn þessi hefðbundni bara með káli og tómatum og gúrku, og franskar. 140 grama borgarar, franskar. Og allt kjöt frá ykkur. Já. Sérvalið og sérstimplað og allt hvaðina. Já, það er örugglega flott, sko. Þær eru mjög vinsælir. Bestu borgarar á landinu, segja sumir. Ég er sammála. Já, maður er búinn að heyra þennan áður, en hver á að vera ánægður með sitt. Já. Og svo er hérna steikarasamloka með kjöti beint frá bíli, steikt og lauk sveppum. Beikuðu brauði, frönskum og bernisósu. Já, það er bara mjög svipað á bernisborgarinn, nema þá erum við með brauðið okkar sem við bökum sjálf og nautaþynnur sem við snöggsteikjum. Já, svona svona vispónsamloka eins og var gert hérna Aski í gamla dag. Fiskur dagsins, hann er breytilegur. Já, mjög oft með þorsk, bara pönnusteiktan þorsk. Bara það sem hægt er að ná í hérna best. Hvar er þið fisk? Þú ert nú hérna í sveitinni. Já, það er reyndar fiskbúð á Hellu sem ég hef keypt svolítið af. Já, og hann getur alltaf... Já, hann er yfirleitt bara með nýjan fisk. Flott. Þeir vilja alltaf mikið fiskútlendingarnir. Er ekki fergið svolítið að fyrstagsins? Mjög mikið. Og svo humarinn, hann stutt að ná í hann fyrir þig. Hann er úr Vestmannaeyjum, eins og ég. Já, það er hægt að fá hann hérna. Ég sé þú ert með svona alveg eilan rétt með humri og flott og hann er náttúrulega klassískur og góður. Tígir. Svo sé þú ert með nautalund beint frá bíli, tenderloin.
hún ekki alltaf klassísk? Jú, alveg, fyrir mikið af því. Já. Við náum ekki að vera með nautalundina algjörlega frá okkur. Nei, af því þið framleiðið ekki nógu mikið? Nei, við náum því ekki. Nei. Þó við séum með 300 nautgripi allt í allt. Já, og þá er það, já. Það er náttúrulega fyrir ekki, það er sem sagt, 2 lundir á hverju dýri og það er... Já. Og líka það að þá bara velja þeir fyrir ykkur og hellu alvöru stórgripa. Já. Það er hægt að gera það. Og það er bara sem sagt hérna úr nágranninu, það er bara nágrannar. Já. Sem að nautgripirna anda sér sjávarloftinu hérna og fína grasinu sem er hérna undir Eyjafjöllunum. Það gerir, og þetta er náttúrulega besta nautastykki í heimi líka. Já, engin spurning. Svo ertu með desert, þú ert með heimabyggð, þú ert með hert skýr, gamla og góða mátan, það er klassískt. Og svo ertu með hérna ís frá... Ég er með frá Suðurfossi hérna í Mýrdalnum. Já. Þau framleiða ís þar og ég kaupa hann af þeim. Já. Mjög góður. Heyrðu, og hérna núna, þetta er nú ekki langur rekstur hjá þér, en hérna ertu ekki gífurlega bjartsýn á framhaldið? Jú, það er bara... Það búið að vera að sprengja núna seinustu 2 árin. Já, það var sprengja hjá okkur í fyrra sumar. Já. Og sem sagt, og líka bara hvernig þetta fer að staða núna, það er bara mjög lofar góðu. En ertu með eitthvað gistingu, segirðu? Já, ég er nýbúin að kaupa hérna hús hérna á móti. Já. Og þar er ég með 7 herbyggi. Já. Gistingu fyrir 14. Já. Þannig að maður er svona rétt bara að byrja á því og læra á það. Læra á það. Já. Þetta er sniðugt hérna. Svona byggist þetta. Já. Ég spái þessu að þú eru komið með miklu stærri gistingu bara von bráðar. Heldurðu það? Já, ég held það. Og þetta er svo skemmtilegt. Hvað eru mörg sæti hérna til dæmis? Það eru 50. Það eru 50? Já. Þú komum 50 sæti hérna inni? Já, 50 til 60. Já. Það er mjög gott. Það er mjög gott. Já. Og þið takið á móti hópum? Já. Og fá hópar eitthvað svona spesaborða, kjöt náttúrulega? Já, við erum að byrja með hérna svona ossobuco sem við verið að þróa hérna. Ossobuco, það eru svona nautasteik með beinum? Já, nautaskankar, hægeldaðir og svona í langan tíma. Og það, lofar góðu. Og hefur verið að gefa hérna eldfellasúpuna líka? Eldfellasúpuna, hún er vinsalust fyrir hópa í hádegi, það er alveg, alveg bara eðal? Já, það er bara... Ég þarf að gefa þér að smakka á ferð. Já, ég er spenntur og líka sniðut hjá þér að vera með þessar sultur með. Það gerir þetta svona persónulegt og áhugavert. Og líka sko eins og ég er að lesa út úr seljunum, þetta eru ekki margir réttir. Þú notar þetta, tengir þetta við hérna bæinn í kring og svona. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt konsept. Ég er bara heppinn að fá að koma og kíkja á þig. Já, þakka þér fyrir það. Og það er gamla fjósið og eldhús. Já, það er bara gamla fjósið. Restaurant. Já. Áhorfendur góðir, við þakkum rosalega vel fyrir og hérna gangið vel. Takk fyrir.